Þá erum við komin hérna örlítið út fyrir og við erum búin að finna aðal mann á svæðinu. Jói, blessaður. Sælvinur, blessaður. Þakka fyrir að bjóða okkur hérna til þín á Víkingahóteli og Fjörukrána sem er hérna bak við okkur. Já, þakka þér nú bara ennfremur að koma til mín og það er sannur heiður að hafa ykkur. Já, það er bara gaman að vera hérna. Og sko, þetta er svo merkilegt. Þetta er svo merkilegt að vera Íslendingur. Ég hef nú komið inn á Fjörukrána áður. Svo þegar maður stígur inn á hóteli til þín, sér vinnuna sem er á bak við þetta, kemur hérna í kringum þessa bungalowa sem eru hérna. Þetta er ótrúlega hugmyndafræði á bak við þetta. Þetta er eitthvað bara sem bara kemur á leiðinni. Bara 25 ára næsta ári síðan ég opnaði þetta með í þessu litla húsi sem er hérna fyrir aftan okkur. Og síðan hefur þetta bara fæðst hvað af öðru. Þetta fengið bara að vaxa svona í rólegheitunum og nú er þetta orðið fullvaxta. Þetta er búið að stöðu uppbygging í 25 ár? Já, það má eiginlega segja það. Og ertu hættur núna? Nei, það er síður en svo. En ég er líka Fjörukráin búinn að eiga afkvæmi og það er út á hlíði út á Álftanesi. Þar eyði ég líka mikið af mínum tíma núna. Hvað er þetta ásamt því að vera hér? Já, það er svona þemaþorp líka sem fær vonandi að rísa þar. En það er ekkert víkingaskylt, heldur á hlíði á Álftanesi sem er út á Tanga þar, vestarlega á nesinu. Þar var í gegnum tíðina mikil sjósókn og mikill búskapur á þessum Tanga. Og mig langar að reyna að elta þann tíma sem þar var svona, sem er svona fyrir 200 árum síðan og er að búa til þar svona lítið sjávarþorp, má segja, með gistingu og veitingastæði inn í. Já, eitthvað svipað og er hérna bara annað þema? Já, það er annað þema bara. Þarna reynum að fara inn í torfbæjastílinn. Þar fyrir er torfbær sem ég leigi út að hluta og bý sjálfur í líka. Og svo er ég með 8 herbyggi þar til útleigu og veitingastæði fyrir 48 manns. Og þetta er ekki á sumrin og leigi út þessi herbyggi og vonandi fæ ég að reisa nokkur herbyggi viðbót sem verður svona í þeim stíl sem fyrir er. Svona þök með grasvona og grjóthleðslur og þetta verður svona verbúðir sem verða reistar sem verða með öllu þægilegri gistingu heldur var þarna fyrir 150 árum síðan. En ertu að setja sama eins og í þetta og eins og þú ert búin að gera hérna? Maður sér að það eru smáatriði nánast í öllu sem maður er sett upp hérna og sko bara þessi hús hérna, þetta eru 2 hæða lítil bungalows fyrir gistingu. Já, hérna erum við með 14 hús sem voru reist hérna fyrir 3 árum síðan. Þau koma ágætlega út bæði fyrir fjölskyldur og hópa, fá mikið af hópum. Hingað til okkur þessi hús voru einmitt til þess að leysa það vandamál að hafa tilgerð hús fyrir þessa hópa og það kemur vel út. En ertu að fara í sama dund og? Já, það verður ekkert minna þar. Það er sami smiðurinn sem hefur verið hérna með mér í gegnum árin. Smári, heitir hann Eggertsson og hann er búinn að vera að smíða fyrir mig innréttingar í þessi herbyggi sem til eru. Nú síðan kemur hann til með að halda áfram að gera þann stíl. Þetta verður svona útskorið, ekki svona alveg eins víkingalegt. Þetta verður svona meira í sjórastílnum. En þú ert svona svolítið að taka upp þetta gamla Ísland og henda því upp á yfirborðið og bjóða aðalega hvað útlendingum upp á Ísland og þann hátt? Jú, akkurat. Og þarna einmitt út frá er ég búinn að eyða töluverðum tíma og fjármunum í það að undirbúa það sem er að koma og ég er búinn að laga þarna lóðina til og er að fara að gera þarna núna svona hvað að segja, torg og út í Asíu hefur verið að búa til fyrir mig svona styttur sem koma til með að prýða staðinn enn meira heldur en fyrir er. Í raun og veru þyrfti ekkert að prýða þetta því að þetta er svo yndislegu staður. En það er svona, gleður oft augað að sjá svona stóra styttur sem minna á þann tíma sem þarna var áður og það er verið að gera það fyrir mig og ég opna það. Vígið þann sjómann sem kemur til með að vera vendari staðarins sem verður á veglegum stalli þarna, vonandi í vor. En er þetta ekki líka stórmerkilegt fyrir Íslendinga að allt í einu að koma inn í einhvern svona gamla arfleifð og upplifa hana á nýjan hátt? Jú, það var náttúrulega þegar ég byrjaði fyrir 20-25 ára síðan að þá voru ekki túristar hérna, ekki Hafnarfirði. Þeir komu nánast ekki hingað og það var eina leiðin fyrir mig til þess að fá túrista þegar ég byrjaði á sig hérna. Það var að búa til einhvern sérhæfðan rekstur og víkingar eru þekktir af mörgum misjöfnu en það sem ég er að leiða inn er söngur og gleði þarna og reyna að segja fólki frá hvað þeir voru miklir ferðamenn og frömuðir, landkönnuðir og eins miklir listamenn og það sé ég bara sagan. Og það er þetta sem ég er að leiða inn í þetta og á þessum tíma var, eins og ég segi, ekki mikið af ferðamennum og það eina sem við þurftum að gera það var bara
að ræna þeim hreinlega og það var það sem við gerðum, klæddum ykkur í víkingabúning og rændum rútunum hreinlega. Það þótti þetta var algjör nýjung og komið margir hópanir, fannst þetta hálfgerður skrípaleikur og ég svo sem gerði ekki ráð fyrir að þetta myndi vera nema bara svona yfir sumarið. En það var það ekki svo og það vildi allir láta ræna sig, hvort sem það voru útlendingar og Íslendingar og þannig að þetta var fullt áður í vissi af. Og þið eru ennþá að því? Já, við bjóðum upp á þessu víkingarán og ýmsar aðrar uppákomur sem við gerum fyrir þá matagestir sem hingað koma og út af þeir koma þessir útlendingar og Íslendingar náttúrulega líka, ekki maður gleyma þeim, þeir koma hérna í ríkum mæli. Og það er út af því að við erum öðruvísi. Já. En svo er þetta náttúrulega bara, þetta er bara fjölskyldurekstur. Já, það er búið að létta mikið á mér. Ég er náttúrulega búinn að standa í þessu nánast þessi ár en dætur mínar 2 eru 5 yndisleg börn sem komið því nú að og 4 af þeim eru fallegar og myndalegar og velgerðar stelpur og 2 þeirra eru að vinna hérna hjá mér. Já. Og hljóttu eru búin að vera hérna síðan það voru 5 ára? Já, þær eru búin að vera hérna síðan það voru pínulitla bara. Það byrjuði að þegar mátti reykja þá var það þeirra starf til dæmis að raða öskubökkum á borðin og annað og rétt náðu þar upp og í raun og veru hafa öll börnin mín fengið þann starfa að hjálpa til aðeins við reksturinn hérna alveg frá því að gátu nánast staði fætina. En þessu barni allar ekkert að gleyma, þú ert komin á önnur mið? Nei, alls ekki, nei, ég hef nú ekkert farin frá því, sko, ég treysti ekki stelpunum mínu fyrir jú, auðvitað eru þær og duglegar og gera þetta flott og ég þarf engar áhyggjur að hafa og gefa mér þetta svingið mig til þess en ég fæ nú að vera hérna ennþá við skrifborðið mitt svona á daginn. Já. Herru, takk fyrir spjallið og aftur bara takk fyrir að leyfa okkur að vera. Já, takk þessum leiðis. Við ætlum að fara aftur inn og heyra í fleiri hafnfirðingum.